Sæl og blessuð, ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson. Þetta Pólitíkin 55. þáttur. Líta Íslendingar almennt á sig sem íbúa norðurslóða? Hvaða tengingu höfum við aðra sem búa í þessum heimsluta? Og hvaða hagsmunir eru þarna undir og hvernig tengjast þeir daglegu líf okkar? Bryndís Haraldsdóttir lauk nýverið verkefni sínu sem formaður þverpólitískrar nefndar, það að segja að þar sitja fulltrúar frá öllum flokkum, endurskoðun norðurslóðastefnu en í framhaldinu leggur utanríkisráðherra fram þingsályktun sem byggir á tillögum nefndarinnar. Velkomin í Pólitíkina, Bryndís. Þakka fyrir. Þegar maður heyrir minnst á norðurslóðarnar, þá dettur manni í hug vetrasenan úr gömlu James Bond myndinni sem var tekin upp í Jökulsárlónar hluta og allir einhvern veginn í hvítu og jöklar og svona svolítið kannski framandi umhverfi fyrir okkur þótt þetta sé Ísland. Hvernig tengjast norðurslóðarnar okkar daglega lífi? Við erum náttúrulega norðurslóðaríki, þannig að þegar við erum að fjalla norðurslóðir þá erum við bara þar undir. Það eru 4 milljónir mann sem búa á skilgreindu svæði sem við höfum skilgreint sem norðurslóðir og Ísland er þar á meðal. Hluti af því, en bara lítill hluti, eru frumbyggjar og það er kannski meira svona í átt við það sem þú ert að lýsa, svona eitthvað sem okkur finnst kannski svolítið öðruvísi. En að megninu til er þetta bara venjulegt fólk eins og ég og þú. Þannig að í rauninni fjalla norðurslóðamálin bara það hvernig við ætlum að búa hér og hér til framtíðar á þessu svæði sem er það svæði í heiminum sem er að taka hvað mestum breytingum. Og þú nefnir James Bond, ég hef stundum sagt að þetta er ekki bara ísbirnir að bjarga sér á sundi, þetta er raunverulegt fólk sem býr hérna. Og þess vegna held ég að sé svo mikilvægt að þjóð eins og Ísland þar sem við búum hér á norðurslóðum séum hávær og mikilvæg rödd þegar kemur á norðurslóðamálum. Því það vill nefnilega stundum verða þannig að þegar við erum að ræða þessa málaflokka, eigum að segja í stórum höfuborgum heims, hvort sem að það sé út í Brussel eða kannski út í Washington eða í Moskvu eða eitthvað, að það sé horft á þetta kannski þessum augum að það þetta er ís að bráðna og einstaka ísbjörn og svo er kannski einhver frumbyggi þarna meðal. En það er ekki svoleiðis. Þetta er í rauninni bara snýst það hvernig við ætlum að komast að á þessum aðstæðum sem við búum svo sannarlega við. Norðurslóðir rugla svo litið í heimsmynd okkar vegna þess að heimsmyndin sem við höfum í huganum er Atlaskortið sem búið að kenna okkur á og þar er Evrópa einhvern veginn í miðjunni, Amerika til vesturs og svo koma Sovétríkin, Kína og svo Afríka og þau lönd til suðurs og þannig horfum við á heiminn í huganum. Inn á þinni skrifstofu er einmitt kort af norðurslóðunum og þá einhvern veginn blasir þetta við með allt öðrum hætti og þá er einhvern veginn öll þessi stórveldi, Rússar og Kínverjar og Bandaríkjamenn í gegnum Alaska, Kanada, öll þarna eins og í kringum hringborð, eins og Ólafur Ragnar hefur kallað þetta hringborð norðurslóða sitt frábæra verkefni. Og svo eru við þessar litlu þjóðir, Noregur, Ísland, Færeyjar og svo framvegis. Þannig að þetta setur einhvern veginn svona heiminn í allt annað samhengi, það er það sem gerir náttúrulega líka svona þessa sín mjög spennandi. En þetta getur líka kannski breytt í svona til framtíðar hvernig við horfum svo bara á Ísland sem land, þar sem að miðjan er núna einhvern veginn höfuðborgarsvæðið, Reykjanestáin, það er nú kannski bara það sem að maður sér svona sem leiðandi byggð en það búa hér flestir, en nú er til dæmis í tengslum við norðurslóðir verið að ræða til dæmis stórskipahöfn í Finnafirði sem að hefur nú ekki verið svæði sem er reglulega rætt í fréttum og þá er allt í norðausturland orðin fyrsti viðkomustaður. Finnst þér líklegt til dæmis núna að það verði af til dæmis slíku verkefni eins og stórskipahöfn í Finnafirði og þurfum við að fara að hugsa það að við séum einmitt í þessu tilliti kannski að fara að keppa við Noreg, norðurhluta Noregs sem við höfum ekki beint svona litið á okkur í samkeppni við? Ef ég ætla nú aðeins að byrja mitt á þessari fallegu mynd sem að mér finnst vera inn á skrifstofunni hjá mér. Það er að segja út af landakorti eins og segir. Við erum bara vön að horfa á það þannig það sem Evrópa er einhvern veginn fyrir miðjunni En ef þú horfir mitt ofan á kúluna þá er þetta myndin sem þú sér. Og við höfum kannski gegnum tíðina ekkert verið að velta því mikið fyrir okkur því hún hefur verið full af ís. Þess vegna er allt í lagi bara að horfa á þarna á miðjuna. En það er það sem er að breytast og það er það sem að breytir öllum struktúrum og svona geopólitíkinni eins og kemur inn á. Og út af því að þú nefndir nú Kína hérna áðan í upptalningunni, Kína eru ekki norðurslóðaríki, en þeir hafa verið svona
Já, þeir hafa vilja kalla sig, þeir hafa til dæmis sett sér fram sína stefnu og það reyndar mjög áhugavert að mjög mikið af Asíuríkjunum hafa sett sér stefnu norðurslóðamál án þess að vera norðurslóðaríki. Og Kínverjar fóru þá leið að kalla sig sko Near Arctic State. Þetta fóru auðvitað óðboðslega í taugarnar á Bandaríkjamönnum sem að sko gerði alltaf grína þessu og svona fannst þetta þarna vera Kínverjar stórveldið, svona svolítið að færa sig inn á slóði sem þeir ætti ekki erindi. En það auðvitað þannig sem sagt að við erum þarna á Norðurlöndin sem norðurslóðaríki og sitjum í Norðurskautsráðinu og þar eru Danir líka en þeir eru þarna út af Grænlandi og svo eru Bandaríkjamenn og Kanada og Rússland. Þannig að þetta er auðvitað svolítið svona stórvelda pólitík og við kannski hérna Norðurlanda þjóðirna með. Ástæðan fyrir því að Asía og Asíuríkin eru að sjá þetta sem tækifæri kunna að vera ýmiskonar en ég held að snúist fyrst og fremst það að flutningsleiðin frá Asíu til Evrópu getur styrst þarna 40%. Og þegar Asía er orðin uppspretta í rauninni stórs hluta öll framleiðsluvörum og við sjáum það núna í heimsfaraldri og ég tala nú ekki þegar eitt stykki skipaskurður stíplast að þá verður bara stípla í öllu sko vöruflæðinu til heimsins að þá er þetta gigantískt hagsmunamál. Þannig að með bráðnun ísins að þá er hægt að sjá fyrir sér siglingarleiðir þarna í gegn og það er reyndar hægt að fara sko bara norðaustur og norðvesturleiðir í dag en svona þegar við erum að tala mögulega Finnafjörði eða Íslandi í einhverju miðju þá erum við kannski bara að tala að ísinn sé svolítið farið og sé hægt að sigla þarna í gegnum bara norðurskautið. Og þannig kemur hugmyndin Finnafjörð fram og ég til dæmis vissi ekki hvað Finnafjörður var fyrir en ég fór að skoða þetta og það var mjög áhugavert í hringferðin okkar þegar við keyrðum þarna og það var enda lítið að sjá akkurat það því að það þoka. Sko það eru bæði sveitarfélög á svæðinu og aðilar sem að hafa sýnt þessu mikinn áhuga og unnið töluverða grunnvinnu. Þú spyrir mér, finnst mér það líklegt? Ég veit það ekki. En mér finnst allavega sjálfsagt að þeir sem sjáu tækifæri í því vinni áfram að því. Og einmitt þá er þetta orðið spurning það, þú veist, við erum verið að horfa á Noreg og hefur líka séð svona fyrir sér, að þetta snýst þá það í rauninni að þetta sé svona umskipunarhöfn. Vegna þess að þú þyrftir sko öflugri og meiri skip til að sigla í gegnum norðurskautið, þau eru dýrari og þyngri og allt það og þú myndir þá skipta yfir í einhver, hvað ég var að segja, léttari eða minni flutningaskip þegar til Íslands væri komið og þannig getur siglt með áfram inn á Evrópumarkað. Þannig að ég veit ekki hvað yrði en það er alveg ljóst að ef að þetta yrði þá þetta sko svo gigantískt breyting fyrir Norðausturlandið þar sem að hefur náttúrulega verið mikil fólksfækkun og atvinnulífið mjög takmarkað og svona þannig að það er bara það er algjör umbylting fyrir þetta svæði. Og bara byggðaþróun í landinu almennt. Algjörlega. Já. Þannig að ég hef sagt bara frábært ef fólk vill vinna og sér þarna tækifæri, mögulega að fara í einhverja fjárfestingur hana. Það er frábært. En í þessari vinnu okkar, þá vorum við kannski líka með fyrst og fremst að hugsa fólki sem hérna býr. Og ég sé alveg gigantísk tækifæri, ég að segja í útflutningi eða svona í alþjóðastarfi fyrir Ísland, þá ég að hugsa hugvitið. Ég er að hugsa hugvit, vísindi, þekkingu, nýsköpun. Og þú nefnir hérna Ólaf Ragnar sem að steigu þetta ofboðslega mikilvægt skref með þessu hringborði norðurslóðana. Honum tekist alveg ótrúlega vel upp og ég held að við Íslendingar höfum svona fyrst þegar hann var að byrja þessu svona verið, hvað er þetta, þú veist. En svo höfum við séð á, við sem höfum mætt í Hörpu þegar þessi ráðstefna hefur átt sér stað, höfum átt okkur á því hvað þetta er gigantískt stórt og hvað að koma mikilvægir aðilar að borðinu og vilja taka þátt, sjá hagsmun í því. Og þetta er ekki bara pólitíkusar, þetta eru vísindamenn, þetta eru alls konar hagsmunasamtök, náttúruverndarsamtök og annað þess aftar og fyrirtæki sem sjá hagsinn í því að vera að horfa í þessa átt vegna þess að sjá tækifæri. Og þannig að ég held að stærsta tækifæri okkar Íslendinga liggi í því að vinna áfram með þetta, ef ég leyfi mér að sletta, konsept sem hringborð norðurslóðana er. Og við sjáum það líka eins og Akureyri, við ætlum nú að taka það fram að allir háskólarnir hérna. Og mjög margar af okkur stofnunum hafa unnið af einhvers konar verkefnum tengt norðurslóðum. Akureyri hefur svona ákveðna sérstöð því þar eru hérna líka skrifstofur fyrir vinnuhópa sem heyra undir Norðurskautsráðið.
Þeir hafa líka verið að kenna norðurskautsfræði eða lögfræðina tengt norðurskautinu og hafa svona gert norðurskautsmálum svolítið hátt undir höfði. Og það líka vegna þess að atvinnulífið þar að sjá tækifæri og við sjáum rosalega mikið af fyrirtæki sem eru að tengjast norðurskautsmálum og sérstaklega kannski þjónustu við Grænland. Við sáum flugvirkja fyrirtæki þarna, við sáum farþegaflutninga, við sjáum að grænlendingar að sækja enga heilbrigðisþjónustu og svo mætti lengi telja. Þannig að ég held að tækifærin séu alls konar og geta haft mjög jákvæð áhrif á byggðaþróun á Íslandi. Hvort sem af höfninni, risastóru höfninni í Finnafirði yrði eða ekki, þá held ég að það séu þarna mikil tækifæri. Og þetta líka eins og fyrir Akureyringa, þetta bara ráðstefnuhald og allt möguleg sem að bærinn fær þarna sóknarfæri í svo mörgu til þess að gera sig gildandi í þessu. Algjörlega og enda hefur sveitafélagið lagt mikið upp úr því og vill svona kalla sig höfuðborg norðurslóða og við viðurkennum það í rauninni að Akureyri spili mjög stórt hlutverk þegar kemur á norðurskautamálum. En að því sögðu þá svona höfuðborgins bjarta norðurs fær svona nýjan og kannski svona alþjóðlegri blæ heldur algjörlega. En að því sögðu þá það samt ekki þannig að þegar kemur að svona rannsóknum hvað norðurskautsmál að þá getum við sagt bara já það á Akureyri. Því það ekki svoleiðis. Þess vegna held ég sé svo mikilvægt að við horfum á það við erum norðurskautsríki og það algjörlega nauðsynlegt líka að Háskóli Íslands sé mjög virkur þegar kemur að alls konar rannsóknum tengt norðurslóðamálum, alþjóðastofnunni þar og svo mætti líka nefna fleiri háskóla í þeim samhengi. Þannig að það ekki, og það kannski það sem mér fannst svolítið mikilvægt í þessari vinnu, Akureyringar sóttu það stíft og fannst það mjög mikilvægt að þeir fengju ákveðin sess sem að þeir hafa vissulega í hugum okkar flestra sem að fjalla norðurskautsmál og vildu svona, hann yrði formfestur og það eru tillögur þarna hjá okkur sem að gera það svolítið að verkum. En á sama tíma viljum við líka tryggja það að þetta sé ekki svona, hvað ég að segja, svona einhver auka hlutur og þegar kemur á norðurskautsmálinn þá getum við sagt bara þau sjáum þetta þarna fyrir norðan. Því það ekki þannig. Nei, þetta landið allt undir. Þetta landið allt undir og þess vegna held ég sé svo mikilvægt að við tölum okkur sem norðurslóða þjóð og það svo margt þarna undir og vísindin þegar kemur á norðurslóðum. Þau á Akureyri hafa kannski aðalega verið að horfa á svona rannsóknir á samfélögum. Þau hafa fjallað jafnréttismál og einmitt út frá manneskinu, hvernig að búa og allt þetta. Á meðan við kannski erum að horfa á Háskólan Ísland þar sem við verum kannski meira að velta fyrir okkur öryggismálunum. Þú veist hvað að gerast í öryggismálum, hvernig þetta gerast með þessi stórveldi og þá þróun og svo mætti lengi telja. Hafréttamálin þannig að þetta í rauninni svona galopið tækifæri fyrir sveitarfélög byggðir vítt og breitt landið að finna sér svona sína hillu og mögulega segja við erum með þessa aðstöðu eða við erum með þennan mannauð eða þessa þekkingu, við getum lagt þetta til. Það svona gæti verið það sem maður sæja á næstu árum að hver finnir sér sína hillu í þessu að því eins og þú nefnir, þetta mjög breitt. Óbúslega breitt og kannski ef við erum að tala svona sveitafélögin út frá byggðaþróun, ég hugsa það bara hafandi verið lengi í Mosfellsbæ og við áttum einhverja vinabæ á Norðurlöndunum og við vorum stundum hvað fáum við út úr þessu og svona. Ég var nefnilega með hann Ásthildi Sturludóttir einhvern tímann í spjalli að ræða þessi mál og að þá hún hluti af Arctic bæjarstjórum og svona. Að það kannski mörg af þessum sveitafélögum gætum við horft til þess að horfa til sambærilegra svæða á norðurslóðum og þar eru kannski líkari viðfangsefni sem verið að fást við. Og það bæði eins og þú segir við höfum einhverja miðla, við ætlum að taka orkumálin sérstaklega, við höfum þessa grænu orku hér víða á norðurslóðum, því miður verið að keyra ofboðslega mikið á olíu. Og þarna höfum við einhverja þekkingu sem að við mögulega getum miðlað á einhver svæði. Nýsköpun, atvinnuuppbygging, sjávarútvegurinn okkar, hvernig við nýtum hann. Svo má lengi telja og án efa eitthvað sem við getum líka lært tilbaka af þessum samfélögum sem að búa við kannski sambærilegar aðstæður og við á mörgu leyti. Talandi líka öryggis- og varnarmálin að þú komst inn á þau áðan að þetta tengist líka þetta samstarfi okkar í NATO og það hefur nú eitthvað verið talað til að mynda Helguvík og að menn hafi þar áhuga á að byggja meira upp til borgaralegra nota, einhverja aðstöðu þannig að þarna eins og við nefndum, þarna eru stórveldi fyrir á fleti sem hafa nú ekki alltaf verið í friðsamlegum samskiptum og það ekki bara í sögulegu tilliti, við vitum auðvitað spennu til austurs og vesturs í dag í tengslu við njósnir og kosningasvindl og allt mögulegt, þannig að
Sko, þurfum við líka að vera vakandi, þó svo að þarna séu þetta klárlega margt mjög spennandi að gerast, vakandi fyrir því að þessi nýja heimsmynd, það ekki algjörlega sjálfgefið að hún verði endilega með friðsamlegri þróun. Já, það gott að kemur inn á þetta, því þetta auðvitað líklega stærsta máli þegar að norðurslóðum kemur, að það að segja að við höfum sagt í okkar stefnu, segjum í okkar fyrir stefnu sem orðin 10 ára gömul, að þetta sé lágspennusvæði og þessi stefnt að því áfram. Og ég held að ég fara nú örugglega rétt með öll norðurskautsríkin eru með það í sinni stefnum að þetta sé lágspennusvæði. En við verðum líka að viðurkenna það, og við tókum miklu umræðum það í þessari nefnd, að þetta ekki sama lágspennusvæði og þetta var fyrir 10 árum síðan. Spennustigið hefur hækkað á svæðinu. Og þá einmitt þetta mikilvægt, hvernig reynum við að tryggja þetta áfram sem lágspennusvæði? Og þú nefnir NATO sem við erum aðilar NATO, við tilgreinum það sérstaklega í þessari stefnu að við horfum til NATO þegar kemur að varnarmálum. Við reyndar nefndum líka mikilvægi þess að Norðurlöndin vinni saman. Og þar eru bara lík samfélag og við höfum átt gott samstarf ýmislegt og kannski ástæða til þess að horfa líka til varnarmála. Þar sem að hluti af okkur Norðurlöndunum eru í NATO en önnur ekki og það kannski gefur ákveðna breytt. Og það líka kannski út frá svona afstöðu til, eigum að segja, átaka stórveldana. Og þannig að við teljum að það sé mjög mikilvægt að stjórnvöld á Norðurlandana vinni saman, utanríkisráðherrar Norðurlandina eigi þétt og gott samstarf. Við nefnum til dæmis áhuga Kínverja. Sumir hafa óttast það í þessu spennustigi að þessi mikli ágangur Kínverja, sumir kallaða ágang, aðrir segja bara áhuga, geti valdið aukinni spennu. Og ég held að sé alveg óhætt að segja það hefur gert það hjá Bandaríkjamönnum, þeir hafa svolítið spennst upp, hvað eru þeir að vilja hér inn á okkar svæði. Þá höfum við nefnt það að það væri til dæmis skynsamlegt á Norðurlöndin vinnu saman að því að móta fjárfestinga, eða svona skilyrði fyrir fjárfestingum. Getum komið inn á fjarskiptin og Huawei, afstöðu til þess. Þannig að það auðvitað ofboðslega mörgu að huga. Þú nefnir svona það sem við höfum talað svolítið sem björgunarmiðstöð. Það að segja að sjósvæði sem að Ísland í rauninni ber ábyrgð á gríðarlega stórt og við vitum það að við höfum því miður ekki þá innviði, tæki og tól til að bregðast við með viðunandi hætti á þessu svæði ef slys verður. Þar þyrftum við að leita aðstoða annarra og það auðvitað búið að vinna með þá mynd í töluverðan tíma hvernig best væri unnið með það. Ég held að það færi ágætlega á því að uppbygging áhugi NATO á einhverju uppbyggingu hér gæti nýst með slíkum hætti. Og út af því að sumir eru svolítið hræddir við NATO og hernaðaruppbyggingu og eitthvað þú segir borgarlega þjónustu, ég held að það sé svolítið það sem við erum að horfa á. Við eigum okkar landhelgisgæslu en hún hefur kannski takmarka bolmagn við miðum við landhelgisgæslu annarra landa. Þannig að já, ég held að við þurfum að horfa á þetta að miklu leyti en á sama tíma þá benti landhelgisgæslun okkar á það að þær hugmyndir sem höfðu verið hér svona stórkallalega björgunarmiðstöð, hér einhverjar risahafnir og risaþyrlur og risaskip og allt þetta, það væri líklega óraunhæft. En aftur á móti, þá kemur ég aftur á hugvitun og þekkingunni að við Íslendingar höfum óbúslega mikið þekkingu þegar sem kemur á svona samþættingu og samhæfingu. Getur við talað almannavarnamál núna, hvort sem það séu eldgos eða COVID-19 og við sjáum það að við erum með mjög sterka innviði þegar slíku kemur. Og þar gætu við, kannski það gæti verið okkar framlag, þó að kannski svona, ég var að segja risastór herskip eða eitthvað annað sé einhverja annara, en svona samhæfingin og stjórnunin gætum við örugglega lagt töluvert fram þegar þessu kemur. En það sem getur líka sett okkur í klemmu þarna, það eru auðlindir á svæðinu, gríðarlegar auðlindir og það þetta telja þær upp í löngu málin, en kannski það sem að maður sér svona út frá því sem við erum að hugsa hér í okkar samtíma að við erum að leggja áherslu núna á græna orku, það eru vatnsaflsvirkjanir, það verður horfa til orkuskipta út bensínbílum fyrir rafbíla, það sem að svona allir að hugsa í dag með tilliti til loftslagsmála. Svo það fiskveiði auðlindin sem við byggjum allt okkar á og það byggir þá líka á því leið að hafið sé hreint og varan sé fersk og hún sé eftirsótt.
og þá komum við að því að þarna einhver sér líka vita að þarna olía. Þannig að þetta getur orðið býsna flókin mynd sem að mun mögulega lita okkar innanríkis stjórnmál eða okkar pólitík hér heima mjög mikið á næstu áratugum við það að svara þessum spurningum. Það getur komið upp freistnivandi og það getur líka orðið til þess mögulega við skiptum einhvern veginn kúrs og þarna geta alls konar hluti stangast á. Já, ég meina það má alveg búast við því. Þetta í rauninni hápólitískt mál þegar við ræðum norðurslóðir og alla vinkla þess og auðlindamálin, auðlindanýting eru auðvitað eitt af því. Ég segi bara fyrir mitt leyti og það bara mín persónlega skoðun að ég meina á sama tíma og við erum hér að stefna því að fasa út jarðefnaeldsneyti. Þá ég ekki alveg að skilja á sama tíma ætlum við að fara bora eftir því og vinna það. Mér finnst það nú ekki fara alveg saman. Og þá hef ég sagt fyrir mitt leyti, ég meina það breytir engu þetta þarna, þessi auðlind. Og ef einhver tíman kemur til þess að komandi kynslóðir finnist það algjörlega nauðsynlegt af einhverjum ástæðum sem ég ekki alveg að sjá fyrir núna, að þá auðlindin að hún hefur ekkert farið. En það eitt að við myndum taka ákvörðun það, eigum við að halda áfram hérna einhverju tilraunaborum og skoða þetta með oljuna og nú ítreka ég það að þetta bara afstaða mín, þetta ekki afstaðan til að Sjálfstæðisflokksins, að þá það allir hinir. Það nú kannski Rússar sem að svona, grænlendingar kannski einhverju leyti, Rússar auðvitað hafa verið að vinna bæði gas og olju og hræðslan sem sagt varðandi þetta vegna þess að mengun á norðurslóðum í köldum sjó miklu erfiðar að vinna með heldur en annars staðar. Og stærsta auðlind okkar Íslendinga í mínum huga auðvitað þessi græna orka og svo fiskurinn í sjónum. Hann getur auðvitað siglt hvert sem og auðvitað þessar breytingar í hafi auðvitað hafa miklar áhrif á það. Og við auðvitað fundum sérstaklega þessari vinnu með Hafrannsóknastofnun og ég verandi engin vísindamaður spurði þau bara vitið eitthvað þetta Mér finnst einhvern veginn eins og þekking okkar á hafinu sé mjög takmörkuð. Auðvitað eigum við frábæra vísindamenn sem hafa skoðað ýmislegt en það rosalega mikið sem við vitum ekki. Og þeir eru tiltölulega fáir miðað við það að við séum þjóð sem að stólar þetta það mikið á hafið að þá eru þeir alveg eiginlega fáránlega fáir þessir hafréttafræðingar okkar og ég held að ég tek undir það, ég held við þyrftum að byggja enn frekar undir þá þekkingu og vegna þess að þetta að breytast svo mikið. Þá þurfum við að vera rosalega mikið á varðbergi gagnvart því hvaða áhrif þetta að hafa á fiskinn. Já. Ég einmitt að því vorum að tala Ólaf Ragnar, ég fór á opinn fund með honum um þessi norðurslóðamál og þetta verkefni hans Arctic Circle og þá var ég að horfa á þetta sem stjórnmála og stjórnsýslufræðingu sem að ég lærður hér frá Háskóla Íslands og finnst þetta bara þessi nýja heimsmyndi sjálfum þessi bara svo spennandi og þá sagði hann að þetta væri svona eins og Disneyland stjórnmálafræðingsins að velta þessu öllu saman fyrir sér og mörg tæki og tól en það líka kallar á því við erum að tala um rannsóknir, nýsköpun og ný atvinnutækifæri og allt þetta að ekki bara kannski háskólastíð heldur líka jafnvel framhaldsskólinn og að við þurftum í rauninni eitthvað mögulega að fara að endurskoða menntakerfið út frá þessum tækifærum að beina fólki aðeins á því áttið ykkur ákvarði búið þetta eru okkar hagsmunir, þetta eru okkar heimsmynd og að því þetta ekki, ég hugsa að þú færi með þetta mikið út í kosningar til dæmis núna fyrir þessar alþingiskosningar bara í bakaríði í Mosó eða það sem þú býr að þá myndir sennilega mæta frekar tómum augum fólk, þetta ennþá mjög fjarri almenningi á Íslandi og það ekki það sem þarf að gera þá svolítið núna næsta árum að koma þessu inn í vitunduna og inn í menntakerfi til að geta undirbúið fólk fyrir öll þessi verkefni sem kunna skapast. Ég tek undir þá, ég held að það sé ástæði við þurfum svolítið að tala þetta út að þú nefnir fund sem ég held að þið hafi haldið í Sjálfstæðisfélaginu í Garðabæ þar sem að Ólafur Ragnar kom. Ég held að það hafi verið sirka ári áður að þá vorum við í kosningabaráttu og ég var þarna ásamt Sigríði Andersen og það var opinn fundur. Og þá var ég bara búin að setja 1 ár á þingi sem sagt frá 2016 til 17 þegar sú stjórn sprakk og ég spurði hvað ert þú búin að vera að gera á þingi og hvað svona áhuga hefur þú? Og ég segir ég var í umhverfis- og samgöngunefnd og utanríkismálanefnd og svo hefur ég í Vestnorræna ráðinu og allt þetta hefur svolítið sameina áhuga minn á norðurslóðamálum og mikið við þess og svo segi ég einhverja svona nokkra setningar um það
og ég sá bara hvað, þú veist, allir sopnuðu bara og eitthvað sagði, Bryndís, látt ekki svona eitthvað norðurslóðamál, þeir rættu nú eitthvað sem máli skiptir. Þannig að ég verð nú að viðurkenna, ég var rosalega glöð þegar Sjálfstæðisfélagið í Garðabæ, þó ekki nema ári seinna, var þá búin að fá Ólaf Ragnar til að ræða norðurslóðamál. Og það kannski sýnir þessa vitundavakningu. Og ég hef nú sagt það við, þú veist, fólk sem að vinna með norðurslóðamálum, út af því ég tala nú oft bara hreint út. Ég var í stórum fundi á Akureyri og þá sagði ég sko, já, þegar ég byrjaði að skoða þetta fyrir nokkrum árum síðan, þá fannst mér þetta nú eiginlega bara að vera þið nördarnir, sko. Þetta var bara svona rosalega lítill hópur sem hefði verið að stúdera þetta og allir þekktu alla og svona lítill heimur. En þessi heimur, norðurslóðamála, áhuga fólk sem norðurslóði, vísindamönnum, fyrirtækjum sem að skoða þetta, bara að stækka svona. Það kannski að lykilatriði að við eigum að vera stór hluta þessu og sjá þessi tækifæri. Þú nefnir skóla, ég meina Verslunarskóli Íslands hefur verið sérstakar námsbraut sem eru svolítið hort til þessa. Ég veit að Landbúnaðarháskólinn með áhugavert nám svolítið sem tengist norðurslóðum. Þannig að það að kvikna ljós mjög víða. Og margir geta núna haft tækifæri til að verða brautryðjendur í fræðastarfi og leiðandi og fullt af tækifæri. Marka djúp spor. Já. Og ég meina, mér langar svona líka að nefna sko Grænland út af því að þetta svo opáslega fallegt land nálægt okkur og utanríkisráðherra held ég hafi gert mjög vel í vinnu sína á þessum tímabili að annars vegar þá erum við sem sagt í formennsku í þessu norðurskautsráði og við höfum nýtt það vel þrátt fyrir sko COVID hafi svolítið stoppað okkur og hann setur á stað þessa vinnu og við höfum skilað okkur eins og sagði áðan og svo sett hann líka á stað vinnu að skoða sérstaklega Grænland og tækifæri á Grænlandi. Það er enda rosalega þykk skýrsla, Össur Skarphéðinsson leiddi þann hóp en í honum voru líka Óttar og Unnubrá sem við þekkjum nú vel hér úr þessum flokki og þar er líka verið að sýna opaslega mikil tækifæri. Þetta auðvitað norðurslóðamál en það er verið að horfa sérstaklega til Grænlands og mér finnst ég sjá aukin áhuga hér á Íslandi á stjórnmálum og því sem er að gerast í þessum helstu nágrannlöndum okkar. Nú er nýverið búið að vera kosningar í Grænlandi þar sem að mútekunningi minn vann mikinn sigur og þar var verið að takast á auðlindir. Og það er alveg ljóst að ég meina Grænlandi er mikið af alls konar málmum og það er talað svona rare earth metals eða svona sjaldgæfir málmar sem kannski verið að nota í síma eða einhver svona þessi hátækni tæki okkar. Þannig að Grænlendingar eru líka svolítið bara ofboðslega vakandi núna fyrir því að það er mikið að tækifærum en líka ofboðslega mikið á varðbergi gagnvart því að þeir eru undir dönum í dag. Margir þeirra vilja sjálfstæði en þeir vilja ekki eitthvað nýtt stórríki komi yfir, þeir vilja ekki að Trump kaupi landið eins og gert að grína Það hefur sett okkur Íslendinga í mjög áhugaverða stöðu því að almennt njótum við svolítið traust og það eru margir sem hafa fetað sig áfram í alls konar þjónustu. Við sjáum verkfræðifyrirtæki, við sjáum byggingaraðila, við sjáum ferðaþjónustu og örugglega fleiri. En á sama tíma verðum við að sjálfsögða að fara varlega og ekki stíga of stór skref og gera þetta allt í sátt og samlyndi við Grænlendinga. Og það, út af því að talaður skólana, mér langar svo að sjá það að framhaldsskólanema fari bara hreinlega í skiptiprógram yfir til Grænlands og Færeyja og sjáu tækifæri hjá þessum litlu þjóðum. Sko. Já, og binda þessar tvær þjóðir saman sem eru hlið við hlið en gjáinn stundum alveg fáránlega djúpa á milli. En kannski að því að þú varst nú að tala þennan fundi í Garðabænum og ég var að nefna þarna undan möguleikana á ófriðsamlegri þróun á norðurslóðum að þá er máttur þeirra engu að síður slíkur að maður hefur séð það að sko Garðabæjasjallarnir þeir horfðu á Ólaf Ragnar í slíkum ljóma þegar hann var að tala um norðurslóðirnar og ég hef séð mjög margt af okkar fólki sem er framalega í okkar sveit sko fylgja honum mjög einarðilega að málum í þessu málaflokki þannig að það er alveg gríðarlega gott samstarf þar þannig að einhvern tímann hefði það þótt nú fréttir næsta bæjar að það væri komið á nánast eitthvað platónskt ástarsamband milli Sjallanna og Ólafs Ragnars en þetta er auðvitað bara verkefni sem gerir þetta verkum að við sjáum þetta með svipuðum augum og talandi þá það sem bindur fólk saman að það er menning svæðisins og mannfólkið mannlífið öllu heldur fólkið sem byggir svæðið ég veit að þú ert áhugasum einmitt þetta og við vorum að tala Grænland okkar næstu nágranna svona rétt í lokin sko þetta eru býsna ólík svæði engu síður og hvað er það sem bindur okkur saman nú þegar og hvað kannski þurfum að gera þarna
til þess að svona búa til sameiginlega vitund og sjálfsvirði og sjálfsvirðingu sem eitt svæði. Sko ég held að við séum að gera rosalega mikið í því án þess að við kannski áttum okkur á því. Og þegar ég sest inn í Vestnorræna ráðið sem er sem sagt samstarf þinganna á Íslandi, Færeyjum og Grænlandi, að þá vildi ég strax fara við að mér upplýsingum og fór þá líka svolítið að horfa inn á þessi norðurslóðamál. Og hugsaði, já, hér algjörlega tækifæri til að gera margt sem það vissulega er. En það kom mér í rauninu óvart hvað var öflugt samstarf á svona ólíkum kannski sviðum. Eða þú veist eins og ferðaþjónustan hafði töluvert verið með einhverja ferðaráðstefnur og annað, menningaviðburðir, Norðurlanda húsin í þessum löndum hafði reglulega verið með samskipti sýningar og aðra viðburði og annað. Við erum með bókmenntaverðlaun og ýmislegt. Við höfum kannski svolítið vilja íta ennþá frekar undir í mitt svona ungmennaskipti og vorum svolítið að reyna að vinna í því að taka með okkur ungmenni og svona, ekki alveg búin að finna kannski rétta taktin í þeim efnum en ég held að það séu sko vissulega tækifæri í því líka. Og ég náttúrulega að nefna Færeyja líka í þessu því að þeir eru með okkur í Vestnorræna ráðinu og kannski að mörguleyti miklu líkar Íslendingum. Þar er sjávarútvegurinn ofboðslega stór, þar er fiskeldið orðið býsna stórt og ýmislegt sem við getum lært örugglega Færeyingum hvað fiskeldið varðar. Landslagið er líkt okkar og þar leiðandi uppbygging ferðaþjónustu og annað. Ég held að Færeyingar til dæmis hafi gert besta markaðsherferð í heimi þegar þeir lokuðu eyjunni. Ég veit hvort þú manst eftir því, það var closed for maintenance og þeir fengu athygli út allan heim, fengu fullt af sjálfboðaliðum til að koma og leggja göngustíga og hjálpa til við þetta og þetta var þetta flottast í heimi að fá að fara til Færeyja og hjálpa til við að leggja göngustíga frýtt og svo var þetta líka rosa auglýsing. Þannig að tækifærin eru mjög víða, svo horfir á Grænland sem er náttúrulega svo í mínum huga algjörlega stórkostlegt en svo þú veist það er eiginlega valla orð til að lýsa þessu en þú veist jökullinn og þú veist þessi kuldi og þessi fegurð sem eru auðvitað svolítið öðruvísi, þetta er meira svona eins og kemur upp á hálendi á Íslandi og þannig eru auðvitað gigantist tækifæri en út af ég tala ferðaþjónustuna þá auðvitað getum við miðla og þau svolítið sagðu við okkur þegar við vorum að halda einhverja svona fundi ferðaþjónustu, já við viljum læra og gera ekki eins og því Íslendingar. Því þá var umræðan heima svo mikið það að við hefum fengið allt og mikið af ferðamönnum og það allt og hratt. En við erum kannski búin að læra því, núna að byggja upp innviðina og svona. Þannig að sannarlega tækifærin og í bara samstarfi okkar á milli, við hefum mörg fyrirtæki sem hafa stigið sín fyrstu skref í útflutningi í Færeyjum. Það hefur oft verið, Íslandi góðu pröfumarkað, svo tökum við stökki á Færeyjar áður en við höldum áfram. Þannig að tækifærin eru svo sannarlega til staðar. Og við finnum eftir að við fyrir að ræða þetta, þá finnum maður allt í einu fyrir þessari sameiginlegu taug þegar við fyrir að tala jöklana og landslægið og umhverfið, allt sem við eigum þarna sameiginlegt fyrir utan menninguna auðvitað. Bryndís Haraldsdóttir, takk hérlega fyrir komuna í pólitíkina en Bryndís, eins og við sögðum í upphafi, var formaður þverpólitískra nefndar sem var að skila af sér endurskoðun á norðurslóðastefnu og nú er boltinn hjá utanríkisráðherra sem fer með þetta inn í þingið. Takk hérlega fyrir komuna. Sömuleiðis, takk fyrir.